Fjölmiðlaumfjöllun getur verið mjög öflugt markaðstól og það eru ýmsar leiðir til þess að ná í slíka umfjöllun. Það er til dæmis hægt að senda fréttatilkynningar og þær eru ýmist bara birtar eins og mann sendi þær eða þá að þær verða til þess að þú færð frekari umfjöllun. Það er hægt að skrifa greinar og fá þær birtar, það er hægt að skrifa fastadálka, vera gestapenni í föstum dálkum í einhverjum öðrum, fá birt viðtöl við þig eða aðra á fyrirtækinu, hvað sem það er á prenti, á netinu, útvarpi, sjónvarpi, fá einhverja annars konar sjónvarpsumfjöllun og viðtal í bland eða þú veist, það er alveg ótal möguleikar í þessu. Eins og með allt annað, þá nærðu bestum árangri með því að setja þér markmið hvað varðar að ná þér í fjölmiðlaumfjöllun. Þú getur til dæmis sett þér markmið að þú ætlar að ná í fjölmiðlaumfjöllun einu sinni á mánuði eða á 6 vikna fresti og svo setur þið bara hreinlega í gírinn til að vinna markvisst að því og setur viðeigandi aðgerðir inn í markaðsdagatalið þitt. Fjölmiðlaumfjöllun getur þjónað ýmsum stigum markaðsferðlisins. Vitund, þar sem þú kemst fyrir augu og eyru fólk sem vissi ekki af þér áður. Þú getur vakið áhuga fólks á þér með þessari umfjöllun og með því að koma vel fyrir þá getur þú fengið fólk til þess að líka við þig. Umfjöllunarefni sjálft getur aukið traust fólks á þér, en almennt er það líka traustvekjandi bara yfir höfuð að vera í fjölmiðlum, þar sem að fólk gerir ráð fyrir því, meðvitað eða ómeðvitað, að fjölmiðlar sígi út þá sem að þeir fjalla Fjölmiðlaumfjöllun getur líka komið fólki yfir pröfuferli ef að það er fjallað vöruna eða þjónustuna á þann hátt að því finnist að átta sig nákvæmlega á því hvað það er sem verið er að selja. Eða ef viðskiptavinur eða einhver þekktur einstaklingur eða eitthvað þess að til dæmis talar vöruna eða þjónustuna. Fjölmiðlaumfjöllun selur ekki í sjálfu sér, hún er ekki sölutæki, hún náttúrulega gegnir ekki því hlutverki markaðsferðlisins, en það eru til mörg dæmi mjög öfluga og beina sölu á aukningu í kjölfar góðrar fjölmiðlaumfjöllunar. Núverandi viðskiptavinir sem er að sjá þig eða heyra í þér, þeir eru myndir á þig og þeir eru þess vegna líklegri til að koma aftur, þar að segja endurtekna salan, og það veitir þeim líka fullvissu það að þau hafi valið rétt til þess að byrja með. Tilvísun verður líka enn öflugri ef að sá sem er að vísa á þig getur sagt leiðinni, já, þú veist, það var greinum hann í blaðinu daginn að, hei, heyrður ekki í honum í útvarpinu á sunnudaginn, þá var hann einmitt að tala þetta og þetta og þessu. Og í þessu prógrami þá ætlum við að skoða hvernig við getum náð okkur í fjölmiðlaumfjöllun og hvernig við getum fengið sem allra mest út úr henni.